Verið velkomin í föstudagsþáttinn á N4 á þessum COVID-tímum. Við ætlum að fara vítt og breitt og fá góða gesti í sófann og til mín eru komnir, tveir fyrstu gestirnir og þeir mega sitja saman í sófanum þegar þeir hafa verið saman í eins konar sóttkví. Það eru Mælis og Torfi. Hjartanlega velkomin. Takk. Torfi, þú kannski segir okkur aðeins frá sundferðinni sem þú fórst í, svona kannski dálítið örlagarík sundferð hérna rétt áður en allt lokaðist. Já, ég hef bara farið á hverjum einasta degi síðan áramót. Já. Til alltaf kvöldmátaleiti. Já. Svo var þetta var 17. 17. mars. Já. Það var svona eiginlega engin eftir. Nei. Og við vorum hana bara 2 í pottinum og ég bara vorum hana til okkur bara og svo fyrir við bara að synda og hérna. Þú þekkir hann ekki neitt? Nei. Vissi ekki? Já, vissi ekkert, þetta var bara ókunnugt andlit sem að ég bara hafði aldrei séð áður og þannig að mér svona voru allir farin að þekkjast þarna á þessum tíma. Já. Og svo bara fannst mér ókurteisi þegar maður fór að synda að bjóða henni ekki góða kvöldið og gerði það og þá bara skildum við ekkert og við fórum að tala saman á ensku. Já. Þá var hún á leiðin út í Svarfaðardal til vinnu svo. Já. Og ég náttúrulega það. Já. Fæddur uppalinn og bakkaði í Svarfaðardal. Já, ertu ekki síðasti bakkabróðir, mástu ekki segja það? Jú, ég er yngsti og erði bakkaköttin. Já. Ég er yngsti bakkabróðir, af þessum 7. Já. Við erum 9 systkini. Og það er ekkert grín, þetta er alvöru. Já. Þú ert að tala í alvöru. Ég er að tala alvöru, ég er ekki að djóka með þetta, þótt ég gera það oft. Þá er þetta rétt. Já, ok. Ég er það. Og hérna, ég náttúrulega, maður þekkir þetta vel til og ég bara var að gera upp hús hérna í Norðurgötu sem ég var að flytja í fyrir frænku mína. Þú vissir að hún væri þá ekki að fara í Svarfaðardal á þessum óvissu tímum eða hvað? Nei, við hittust bara þarna og hún fyrir að segja mér sko, ég fór að spyrja hana að hverja hún væri stödd hérna á þessum tímum. Já. Allt var að lokast og hérna, þá fór hún að segja mér það, hún væri búin að vera hérna túristi og hafa alltaf að kynnast land og þjóða áður en hún færi í vinnu og hérna, ég spurði hvað hann byggi, þá var hann búin að bóka sér 2 nætur á gistiheimili og ég bauði henni bara að koma og vera hjá mér hann til hún færi í. Já, eins og menn gera bara. Já, bara vera svona, eins og í minni sveit. Já, gesturinn. Já, ég var nú að gera upp hús sem við kalla Svartdalahús. Já, sem er líka tilviljun. Þú vissir ekki til þú keyptir húsið að þetta væri Svartdalahús. Nei, frænka mín á þetta. Ég var að gera þetta upp fyrir frænku mín. Já. En ég veið ekki hugmynd af fyrir en ég var fluttur hann inn. Okay. Að þetta var byggt af Svartdalingum og hefði verið í ábúð alltaf einhver úr ættinni sem að búið þarna. Frænka mín á þarna 2 íbúðir. Sem að þú ert að gera upp og ert komin með góða aðstoð við það. Já, og hún er búin að vera þarna með mér. Þetta er komið, það var 17, það er komið 17 dagar. Af því að hún komst ekkert í Svarfaðardal, það gekk ekki út af COVID. Já, ég bara, þetta breytti tímar og hérna, svo stóð til hún færi út í Hörgárdal og það gekk ekki heldur upp og nú er hún að fara á hérna, Austur-Berufjörð og verður þar í 3 vikur, trúlega. Okay. Og ég er skuttlinni á morgun. Já. Miles, this Icelandic trip went a bit differently than you thought maybe. Yeah, completely, yeah. So what was your plan? To stay in Svarfaðardalur at some farm or? Yes, I'm expecting to discover the Icelandic culture. So by traveling and meeting people and helping as much as possible in different cities and space in Iceland. And you're a social worker in France. Yeah. Yes, so I think it's part of my education as a social worker to travel and discover countries, people, and culture. It's really interesting. And you're very open to change plans because everything is very strange. Yeah, completely. And you know, I'm used to that big since I was in Iceland because of the weather. Also, in Iceland, the weather can change your plan in 1 day on 1 hour, so you have to always be prepared. So now I'm really used to that, I think. Yeah. And how are you? How now you will go to the east side of the country? Yes. And stay there for some weeks. Yeah. Or months maybe. We'll stay here during April, the month of April. I hope so. And yeah, I went to Upn, and now I want to discover more the east part, the northeast maybe part. And how is this COVID virus affecting your traveling? I mean, everything has to somehow.
you have to consider it every time. Yes. I was traveling in hostels at the beginning and going in the bar and meeting people. Now it's not possible, so I need to find local people that accept to invite me, will welcome me, and it's very nice that Icelandic people are this way here. It's really easy to find someone that want to share about the culture, Icelandic culture. And so have you experienced this hospitality before, that somebody just opens their home? With Torfi we met, and it was very nice, and we have like a deal. I helped him, and in the same way he made me discover the Icelandic culture, and I learned a lot of words, and it's really interesting. A good human experience, Great. Og þeir eru með plön fyrir sumarið eða vorið, eða ekki? Já, svona við sjáum hvernig þetta bara spilast úr þessu. Þú gætir hugsaður á sýninni aðeins landið meira. Veðrið skánar. Það er á dagskránni. Það er á dagskránni. Já, við erum aðeins búin að skoða það líka. Það er alltaf Siglufjörð og í kring og út í Svarfaðardal og... Og hvernig miðar nú húsinu og viðgerðunum þar? Svartdælahús. Svartdælahúsi. Það er orðið klart, við erum flutt inn. Þið bara flutt inn? Já, búin að mála allt saman og bara, ég hef aldrei gert svona mikið ef hún hefði komið að hjálpa mér. Nei. Það er bara, þetta var alveg yndislegt, bara fyrir báða aðlega. Við erum búin að eiga þarna bara alveg, æðislega tíma. Falleg vinátta. Já, reglulega og bara, við mátt tala það sko, þetta verið bara okkar, bara vinátta fyrir lífstíð. Örlagarík sundferð. Já, mjög svo. En þegar hún fer hérna austur, þarf ekki eitthvað að setja í sóttkví fyrst í 2 vikur eða verður þetta... Nei, við eigum að vera hrein sko, að því að samkvæmt þess að við fórum yfir þetta með heilsugæslunni. Já, þeir eru búin að hringja í númerið og fá allar upplýsingar. Já, og þeir eru búin að hringja tilbaka til okkar og við megum fara hvert sem sko, að því við erum eiginlega komin yfir sóttkvíjar tíman sko, þetta eru orðnir 17 dagar, þannig að... Og þú bara reknaði með skvillinni að bera fyrir næsta dag? Já, bara morgun. Bara fyrir manni. Það verður fært, við erum færir. Þetta var skemmtilegt að fá að heyra þessa sögu. Takk fyrir að koma og deilinni með okkur og good luck in Berufjörður and all your traveling and works in Iceland, and hope everything will go well. Thank you.